Herru Freyr, það bikarúrslitaleikur KR Keflavík, svona hvernig lítur á þennan leik? Bikarúrslitaleikur er alltaf skemmtilegur og þetta eru tvö skemmtileg lið. Svona búið að vera misjafnt gengi á Keflavík í sumar, byrja gríðarlega vel og svo hefur verið svona bras á þeim upp á síkastið en samt sem áður komnir í bikarúrslit. KR-lið hefur verið líka svolítið ólíkt sjálfur sér frá því síðustu árum en það verið frábært á síðustu árum en eru samt komnir í bikarúrslit og eru ennþá í séns varðandi Íslandsmeistaratitil þannig að þetta KR-lið er sko þvílíkt vel mannað og það snýst svolítið heilsu leikmanni á þeim finnst mér hverjir byrja hérna á laugardaginn en Keflavíkurliðið mun mæta vel skipulagt. Ég kannast aðeins við Kristján og hann mun vera búinn að greina þá í öreindir og svo bara verður spennandi að sjá hver framkvæmdin verður, hvernig þeir ætla að mæta hérna þessu sterka KR-liði en sko pressan er öll á KR, þeir eiga að vinna þennan leik svona fyrirfram en hvað er hérna gefið í þessu, það er ekkert, það er bara þannig og KR hefur nú ekkert verið stórkostlega öflugir í þessum bikarúrslitaleikjum upp á síkastið. Voru heppnir hérna á móti Þór til dæmis og virðist vera svona þurfa eiga erfitt með að stilla sig af í þessum stóra leik en reynslan er með þeim og sigurhefðin. Talar að pressa sig að KR, er það forskot fyrir Keflvíkinga? Nei, það ætti nú ekki að vera það. Ég held að KR þrífist bara á pressu. Ég upplifi KR klúbbinn þannig að þeir elska að vera undir pressu og þeir elska að láta tala illa sig helst og þá eru þeir flottastir sko, sjáum bara Kjartan Henry, hann er yfirleitt langbestur þegar það er búið að taka hann og tala illa hann en hann er frábær leikmaður og hann er til dæmis sá leikmaður sem ef hann er í toppstandi hérna á laugardaginn, hann hefur átt í erfiðum meiðslum lengi, ef hann er í lagi þá mun hann geta gert til dæmis muninn á þessum liðum hérna og klára leikinn. X-faktorinn hinum megin er til dæmis eins og ungu leikmenninni þar, Elias og Sindri búin að vera frábær á miðjunni en þar þurfa hafsendarnir og markmaðurinn að vera í lagi til þess að þessi leikur þess að Keflavík eigi bara séns. Og þú svona hallast á röndóttum svörtum og hvítum sigri? Já, ég hallast á því, ég reikna nú samt með því að þetta verði hörkuleikur og vinnist einungis með einu marki en mér finnst bara KR-liðið það vel mannað að ég held að þeir klári þetta.